Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á 247. fundi sveitarstjórnar Dalabyggðar. Áður en göngum til auglýstrar dagskrár þá legg ég til að tveimur málum verði bætt á dagskrá. Það er samstarfssamningur við Skátafélagið Stígalda sem verður dagskrárliður nr. 5 og fundargerð menningarmálanefndar sem verður dagskrárliður nr. 10. Einhverju sem eru mótfallir því að taka þessi mál á dagskrá. Það kveður engin hljóðs, þannig ég lít svo á að þau séu samþykkt. Þá er dagskrárliður 1. Það eru vegamál. En á Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi þau stóðu fyrir fjölmennum fundi vegamál í gestastofu Snæfellinga í Breiðabliki föstudaginn 10. maí síðastliðinn. Gestir fundarins voru þingmenn Norðausturkjördæmis, ráðuneytisstjóri innviðaráðuneytis og forstjóri Vegagerðarinnar ásamt starfsmönnum. Og á fundinn mættu kjörnir fulltrúar víða á Vesturlandi sem sýnir mikilvægi vegamála fyrir sveitarfélagin á Vesturlandi. Ég ætla að lesa hérna fyrst bara inngang af bókun sem er ættaður frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi stóðu fyrir fjölmennum fundi vegamál á Vesturlandi í gestastofu Snæfellinga á Breiðabliki föstudaginn 10. maí síðastliðinn. Gestir fundarins voru þingmenn Norðausturkjördæmis, ráðuneytisstjóri innviðaráðuneytis og forstjóri Vegagerðarinnar ásamt starfsmönnum. Kjörnir fulltrúar og bæjar og sveitarstjórar á Vesturlandi fjölmenntu á fundinn sem sýnir mikilvægi vegamála fyrir sveitarfélagin á Vesturlandi. Á fundinum kom skýrt fram svo mikla óánægja sem er ríkjandi meðal sveitarstjórnarfulltrúa á Vesturlandi með fjárveitingar til viðhalds og nýframkvæmda í landshlutanum. Tillaga samgönguáætlun gerir ráð fyrir því að aðeins verði varið 700 milljónum króna til nýframkvæmda við stoppvegi á Vesturlandi eða 1,6% af þeim fjármunum sem eiga að fara til framkvæmda við stoppvegi á næstu 5 árum. Á fundinum kom fram að kjörnir fulltrúar á Vesturlandi sætta sig ekki við þessa stöðu. Á sama tíma er ljóst að hluti vegakerfisins á Vesturlandi er svo illa farinn að Vegagerðin hefur haft til skoðunar að lækka hámarkshraða á Snæfellsnesvegi og á Vestfjarðavegi í Dalabyggð hefur þurft að fræsa slitlag af veginum. Fram kom í máli forstjóra Vegagerðarinnar að varið verði mestu fjármagni til viðhalds vega á Vesturlandi og Suðurlandi á þessu ári, en vegir í þessum landshlutum eru hvað verst farnir enda er vegakerfið elst þar. Tillaga að nýrri samgönguáætlun er til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis þessa dagana. Sveitarstjórnarfulltrúar á Vesturlandi treysta því að annaðhvort verði auknu fjármagni veitt til samgöngumála og þar með framkvæmda á Vesturlandi. Þá er líka afar brýnt að stóru viðhaldsverkefnin líkt og framundan er á Snæfellsnesvegi og Vestfjarðavegi í Dalabyggð verði skilgreind sem ný framkvæmdir og fái sérstakar fjárveitingar en falli ekki undir hefðbundið viðhald þar sem þessir vegir eru væntanlega afskrifaðir í eignasafni ríkisins. Góðar samgöngur eru lykilatriði í nútímasamfélagi. Það má ekki gerast að Vesturland sitji eftir þegar kemur að viðhaldi og nýframkvæmdum við vegi í landshlutanum. Svo er ég hér með bara drög að bókun frá sveitarstjórn Dalabyggðar. Hún er svohljóðandi. Sveitarstjórn Dalabyggðar tekur heils hugar undir það sem fram kemur í samantekt SSVAF og undirstrikar að ástand þjóðvegar 60 gegnum Dali er þannig að hættuástand varir á veginum meðan ástand hans er eins og raun ber vitni. Rétt er að nefna í þessu efni að vegurinn Dalina, þjóðvegur 60, er inngangur að heilum landshluta, Vestfjörðum, svo staðan er ekki einkamálefni Vesturlands eða Dalabyggðar. Við skorum á alþingismenn, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, innviðaráðherra sem og Vegagerðina að beita sér að alefli á næstu dögum og vikum með öllum tiltækum ráðum til að fjármagni verði veitt í nauðsynlegar aðgerðir. Nú duga orðin ein og sér ekki lengur. Aðgerða er þörf á árinu 2024. Ábyrgð okkar allra er mikil til að tryggja ásættanlegt öryggi á þjóðvegi 60 í gegnum Dalina, áleiðis á Vestfirði og Strandir. Einhvers vil taka til máls varðandi þessa bókun? Garðar. Oddviti, kæri fundamenn, ég vil bara taka heils hugar undir þessa bókun og bara það sorglega er að þetta er bara rétt að byrja. Vegirnir okkar eru orðnir það gamlir, svo víðsvegar, að það þarf meira fé í viðhald á þeim og við verðum bara að byrja strax. Og ástandið eins og þetta er orðið hérna núna og með hvernig vegir er að fara bara í þessu tölu orðum er hryllilegt. Svoleiðis að við verðum að byrja strax. Takk. Takk fyrir þetta, Garðar. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég er rétt að benda á það líka að í athyglisverðri samantekt sem að Samfylkingin gaf út á dögunum er svona myndsamanburður á framlögum til samgöngumála frá árinu 2000 og frá hruni eða frá árinu 2010 hafa framlög til vegamála og innviðaframkvæmda verið langt undir meðaltali OECD.
og við getum gert betur. Línan hækkar lítillega hérna á COVID-árunum 2020 þegar var sett innspýting í vegamál og við þurfum að gera í raun og veru helmingi meir í vegamálum með þennan samanburð heldur en samanburðarríkin í OECD. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Þess sem eru samþykkir þessari bókun gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 2, það er tengivegaáætlun 2024-2028. En í fundagegnum er samþykkt tengivegaáætlun fyrir árin 2024-2028. Einhver sem vil ræða hana? Garðar. Oddviti, kæru fundamenn, tengivegir eru okkar lífað út í sveitana og skipta mjög miklu máli í okkar daglega lífi þar sem eru verið að ferðast til og frá vinnu, til og frá skóla og annað og þeirra vantar bara aðföngu eða annað að bæjum og þetta hefur heilmikið að segja og það sem hefur kannski vantað eins og einn á Íslandi með að við gerum í Noregi er að þar er horft á hver er kostnaður notandans til að nota veginn. Að kostnaður notandans við að nota þessa malarvegi er gífurlegur. Öll sprungnu dekkin, slita og lakki á bílum og annað endursölver hrinur að þetta skiptir allt máli og bara hvernig er að keyra þá. Ég langar mig að leggja fram svohljóðandi bókun þar sem það er nú mjög lítill peningur að koma í stoppvegakerfi hér á Vesturlandi og við myndum mjög gjarnan vilja sjá meira gerast í tengivegunum þá í staðinn á meðan að vera einbeitt sér að stoppvegun annars staðar. Svohljóðandi. Sveitarstjórn Dalabyggðar gagnrýnir fyrirliggjandi tengivegaáætlun Vegagerðarinnar á svokölluðu vestursvæði harðlega. Í fyrsta lagi þarf að hraða þeim framkvæmdum sem nú eru á áætlun, þar að segja Laxárdalsvegi og Klofningsvegi og ná þar fleiri kílómetrum inn á þá vegi á komandi árum. Aðeins eru 9 kílómetrar sem tengjast framkvæmdum sem nú eru hafnar á Klofningsvegi. Ná þarf enn fleiri kílómetrum hvað þann veg varðar inn á áætlun. Sem tengjast framkvæmdum sem nú eru hafnar á Klofningsvegi og þarf að ná enn fleiri kílómetrum hvað það varðar inn á áætlun þar með talið atvinnulífs og skólasókn þeirra sem þar búa. En inn á tengivegaáætlun enn er inn á tengivegaáætlun úthlutun fjármuna Steinadalsvegar. Framkvæmd sem við styðjum en höfum vakið athygli á og óeðlilegt sé að fjármunir á þá framkvæmd sé útdeilt úr þeim potti sem ræðir hér. En af þeim lykilþáttum sem horft er til varðandi útdeilingu fjármuna og tengivegapotti er að viðkomandi vegur hafi hlutverk samanber skólaakstur og vinnusókn. Við undirstrikam að við styðjum heils hugar alla uppbyggingu vega í Dalabyggð, hvar sem þeir liggja, en finna þarf aðra leið til að veita fjármagn í þá framkvæmd sem ræðir og fá þar með þær 520 milljónir í tengivegaáætlun og eru í aðra tengivegi í Dölum og ekki veitir af. Alla Dalabyggð eru skólabörnum ekið malarvegi sem eru í algjörlega óviðunandi ástandi. Almennt er viðhald tengivega innan Dalabyggðar með öllu óviðunandi og rétt er að vekja athygli á að hlutur Vesturlands innan Vesturlandssvæðis í samgönguáætlun er mjög lítill. Í samanburði við Vesturland er 2/3 af skilgreindu Vesturlandssvæði Vegagerðarinnar sem dekkar Vesturland og Vestfirði. Sveitarstjórn Dalabyggðar skorar á þingmenn, samgöngunefnd Alþingis, innviðaráðherra sem og Vegagerðina að beita sér að öllu afli með okkur í Dalabyggð til að rétta hlut okkar og koma vegakerfinu í Dölum í ásættanlega stöðu sem allra fyrst. Takk. Orðið er laust þessa bókun. Einhver sem vill taka til máls? Bjarki. Oddviti, ágæta sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur.
í rauninni bæði í tengslum við þessa tillögu bókun sem Garðar leggur hér fram og eins liðin sem vorum að ræða áðan varðandi vegamál, að þá er þetta náttúrulega algjörlega óþolandi staða sem við erum í hér í Dölum og tek heils hugar undir bæði tillögu bókun sem Garðar var að lesa upp og þá sem var samþykkt hér áðan. Það að vegirnir, þjóðvegur 60 í gegnum Dali sem komið viðurnefni innan vegagerðarinnar og hann er kallaður mósaíkvegur, er náttúrulega sýnir í rauninni bara í hnotskurn þá stöðu sem við erum í og ákveðin kaldhæðni í því að það sé talað mósaíkveginn í gegnum Dali og við höfum ekki að sætta okkur við þá stöðu. Ég hef líka verulegar áhyggjur af því að til að mynda alþingismenn kjördæmisins sem við búum í, sem eiga að vera okkar málsvarar við útdeilingu fjármagns, hafa ekki gert athugasemd við þá fyrirætlan sem að nú er í umræðunni að því framkvæmdafé sem hefur verið ætlað að fjármagna með öðrum hætti til þessa, til 2 stórra framkvæmda, það er að segja Hornafjarðarfljót og hins vegar Ölfusárbrú, er núna í rauninni, þær framkvæmdir eru báðar inn á þeim lykli sem er tekið af úr framkvæmdafé Vegagerðarinnar. Það rýrir okkar stöðu og annara talsmanna landsbyggðarinnar verulega. Þannig að ég vil leyfa mér það og hef gert það svo sem í samtölum við þingmenn sömuleiðis að gera verulegar athugasemdir við það framgönguleysi, svo ég noti nú bara eitthvað pent orð sem að birtist í því að þarna sé ekki haft orð á þeim hlutum og reynda að þrýsta á að þessar tvær, við gerum ekki lítið úr mikilvægi þessara framkvæmda, en að þær séu fjármagnaðar öðruvísi en að var stefnt í upphafi. Þannig að ég vildi bara nefna það hér, bara til og líka að taka undir þessar tillögur af bókunum sem að hér eru bæði afgreiddar og til umfjöllunar. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls. Svo er ekki þess sem eru samþykkir þessari bókun G-merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 3, það er fjárhagsáætlun 2024 viðauki 2. Byggðarráð samþykkti tillögu að viðauka 2 við fjárhagsáætlun á síðasta fundi sínum. Þú að fara yfir viðaukann, Bjarki? Oddviti, sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur. Já, byggðarráð samþykkti á síðasta fundi sínum viðauka 2 við fjárhagsáætlun ársins 2024 og það er sveitarstjórn sem þarf að staðfesta þá samþykkt. Samtalsbreytingarnar á A-sjóði eru til lækkunar á handbæru fé upp á rúmar 34.170.000. Einstaka þættir og þeir þættir sem vega hvað þyngst í þessum breytingum eru það að það eru 27 milljónir sem við áætlum að gjöld hækki vegna kostnaðar tengt barnavernd. Það er langstærsti liðurinn. Við erum að setja inn 2 milljónir til snjómoksturs í því ljósi að núna í lok mars vorum við búin að klára það fjármagn sem við höfum áætlað til snjómoksturs á árinu 2024. Auðvitað vonum við það að það þurfi ekki að moka einu korni meira á árinu en við vildum allavega hafa borð fyrir báru til að við stöndum undir nafni að fara forsvaranlega með fjármuni og reyna að áætla hvernig við ráðstöfum fjármagni. Nú síðan hlutur Dalabyggðar í framkvæmdum við sjóvörn neðan Ægisbrautar er 1,5 milljón. Vegagerðin kemur líka að því verkefni. Þannig að þetta eru svona stóru þættirnir. Einnig vil ég vekja athygli á að 1.950.000 fór í aukið viðhaldsfé vegna viðgerðar hér út í Dalabúð, tengt aðstöðu til sundkeyrslu og annað og síðan viðbótar lífeyrisskuldbindingar vegna brúar upp á 1,1 milljón rúmlega. Þannig að þetta eru stærstu póstarnir og með fundagerð sem birtist hér á eftir fylgir í rauninni skjal það sem er sundugreint til viðbótar þær fjárhæðir sem er ræða og í einstaka tilvikum vekja athygli á því að þar er verið að færa á milli lykla upphæðir sem að þá tala á móti hvor annarri. Þannig að það er í rauninni ekki til útgjalda auka heldur bara til að leiðrétta áætlunina við þá raunveruleika sem við stöndum fram fyrir. En ég svara spurningum ef einhverjar eru. Takk.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls. Það biður enginn orðið. Þeir sem samþykkir viðauka 2 fjárhagsáætlun gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá dagskrárliður 4. Það þjónustustefna í byggðum og byggðarlögum sveitarfélaga. En samkvæmt 130. grein sveitarstjórnarlaga skal sveitarstjórn móta stefnu fyrir komandi ár og næstu 3 ár eftir það þjónustustig sem sveitarfélagi hyggst halda upp í byggðum og byggðarlögum fjarri stærstu byggðakjörnum viðkomandi sveitarfélags. Við gerð og mótun stefnunnar skal sveitarstjórn hafa samráð við íbúa sveitarfélagsins. Samráðsfundir með íbúum voru haldnir 15. og 16. apríl síðastliðinn. Í fundagögnum eru drög að þjónustustefnu lagður fram til fyrri umræðu og við leggjum til að birta drögin og kalla eftir ábendingum á milli umræða. Einhvers vill ræða þetta? Bjarki? Oddviti sveitarstjórn og aðrir tilheyrendur í rauninni alls ekkert efnislegt, heldur bara í rauninni þakka þeim bæði íbúum, kjörnum fulltrúum og ekki síst starfsmanni okkar sem vann þessa tillögu. Hér liggur mikil vinna að baki og í rauninni mjög hollt að eiga þetta skjal til viðmiðunar og til umhugsunar líka fyrir okkur, bæði kjörna fulltrúa, embættismenn og íbúa í rauninni, hvernig við viljum halda utan þá þjónustu sem sveitarfélagið veitir og í rauninni kristallast í rauninni hvað okkur skylt að gera, hvað okkur heimilt að gera og það eðlismunur á, þannig að vek athygli á þessu. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls. Þá legg ég til að við bara samþykkjum þessa þjónustustefnu til fyrri umræðu og drögin verið birt og kallað eftir ábendingum. Þeir sem samþykkið því gefur merki. Það samþykkt samhliða. Þá dagskrárliður 5. Það samstarfssamningur við skátafélagi Stíganda 2024–2026. Það liggur hér fyrir fundargerðum samstarfssamningur Dalabyggðar við skátafélagi Stíganda til næstu 2 ára sem var undirritaður 18. apríl síðastliðinn með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Einhvers vill ræða þann samning? Svo ekki, þeir sem samþykkir honum gefur merki. Hann samþykkt og samhliða. Þá það fundargerð til kynningar. Það fundargerð byggðarráðs, fundur 321. Einhvers vill ræða hana? Svo ekki. Þá það dagskrárliður 7. Það atvinnumálanefnd, fundur 46. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Svo ekki. Þá það dagskrárliður 8. Það fræðslunefnd, fundur 130. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Svo ekki. Þá dagskrárliður 9. Það umhverfis- og skipulagsnefnd, fundur 146. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Svo ekki. Þá dagskrárliður 10. Það menningarmálanefnd, fundur 38. Einhvers vill ræða hana? Svo ekki. Þá það Dalaveitur. Einhvers vill ræða þá fundargerð? Svo ekki. Aðalfundur Landssamtaka landeiganda á Íslandi, fundarboð. Einhvers vill ræða þann? Svo ekki. Ársskýrsla Nýi Vest. Einhvers vill ræða hana? Svo ekki. Þá 14. dagskrárliður. Það fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Einhvers vill ræða þær? Svo ekki. Og þá það dagskrárliður 15. Það fundir Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Einhvers vill ræða þær fundargerðir? Svo ekki. Þá það síðasti dagskrárliður. Það skýrsla sveitarstjóra. Ég reikna með að Bjarki ætla að koma hér upp og flytja munnlega skýrslu. Já, sveitarstjóri, oddviti, sveitarstjórn og aðri tilheyrendur. Það verður að krydda þetta aðeins og ætla að fara hér hratt og örugglega í gegnum skýrslu mína sem einnig fylgir fundargerð og verður aðgengilega á vef okkar eftir fundinn. Okkur fjölgaði núna á milli mánaða. Það eru 660 íbúar í Dalabyggð miðað við 655 í byrjun apríl. Útboð á skólaakstri fór í loftið miðjan apríl og lokadagur til að skila inn tilboðum á morgun, föstudaginn 17. maí kl. 12 og stefnt að opnun tilboða seinna á morgun og útboðið unnið í samstarfi við Ríkiskaup. Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar nú hafin og fer fram hér í stjórnsýsluhúsinu okkar í Búðardal og það starfsmaður okkar sem heldur utan framkvæmdina í fjarveru starfsmanns sýslumannsembættisins
Opið alla virka daga á milli 11 og 13 á virkundum. Samráðsfundir voru haldnir í Nýsköpunarsetrinu dagana 15. og 16. apríl síðastliðinn eins og Oddviti kom hér inn á fyrir á fundinum til að kynna tillögu að þjónustustefnu Dalabyggðar sem við vorum að samþykkja hér við fyrrumræðu og þessir hafa boðið upp á 2 fundi líkt og við höfum gert áður til þess að gera fleiri íbúðum kleift að mæta á þá fundi og samráðsfundi sem við bjóðum upp á núna og höfum gert undanfarin misseri. Úthlutunarhátíð Frumkvæðissjóðs Dalaðurs fór fram 17. apríl síðastliðinn í Árbliki. Frumkvæðissjóður Dalaðurs styrkir bæði samfélagseflandi verkefni og nýsköpun í Dalabyggð og það bárust alls 21 umsókn í ár og til úthlutunar voru 18,4 milljónir tæplega og var það töluverð hækkun frá síðasta ári en þá voru rúmar 12 milljónir til úthlutunar. Það var fjölbreytt flóra verkefna sem fengu styrk að þessu sinni og bæði að ræða samfélagsverkefni og atvinnuskapandi verkefni sem verður spennandi að fylgjast með hvernig þróast á komandi tímum og ég endurtek hér hamingjóskir mínar til styrkþega. Miðvikudaginn 17. apríl síðastliðinn var ársþing Ungmennasambands Dalamanna og Norður-Breiðfirðinga UDN haldið í Dalabúð hér í Búðardal og undirritað fékk þann heiður að vera fundarstjóri og afkasta miklu þingi þar sem lagabreytingar voru fyrirferðarmiklar auk umræðum starfið sem kraftmikið og dýrmætt. Jóhanna Sigurðardóttir Árnadóttir var endurkjörin formaður UDN og óska ég henni, stjórn og félagsmönnum öllum velfarnaðar í sínum störfum og komandi misserum og árum. Undirbúningur fyrir Sturluhátíð í fullum gangi og hún fyrirhuguð 13. júlí í sumar og verður hún með svipuðu sniði og síðastliðið sumar. Þar hist verður á Staðarhóli í Sörbæ fyrst og svo verður haldið að Laugum í Sæliðsdal þar sem hinn eiginlega dagskrá verður ásamt kaffiveitingum. Við vorum hér áðan að staðfesta samning við Skátafélagið sem gríðarlega dýrmætt eining hér í Dölum, æskulýðsstarf í sinni flottustu mynd og það var gaman að sjá skátana síðan hérna fyrir í vikunni þegar voru að fara í hreinsunarverkefni og það mynd sem fylgir með skýrslunni minni af þessum flotta hóp sem fór hér Búðardal með græna ruslapoka og hirti drastletti veturinn. En ég vil líka fá að hrósa einstaklingum sem eru greinilega farnir að taka til í gorðunum sínum þannig að það er svona vorbragur, sumarbragur að koma á þorpið okkar. Þann 19. apríl síðastliðinn var undirritað samningur við Mílu kaup fyrirtækisins á ljósleiðarakerfi Dalaveitna ehf. Samhliða var það staðfest að Míla mun á árinu 2024 hefja lagningu ljósleiðara í Búðardal og stefnir að því að ljúka því verkefni í 2 atrennum og verður svo síðari sumari 2025. Það ánægjulegt að sjá þann metnað sem Míla hefur fyrir fjarskiptainnviðum í Dalabyggð og vænti ég góðs af samskiptum við fyrirtækið í þágu innviða hér hjá okkur. Undanfarnar vikur höfum við átt í samskiptum við aðila varðandi þá möguleika sem kunna að vera til staðar til þess að hefja formlegan undirbúning þess að koma upp sameiginlegri aðstöðu viðbragðsaðila hér í Búðardal. Ég segi hér verið að vinna þarfagreiningu hvað varðar ýmis störf þannig að vonandi komist málinu á enn frekara skrið þegar inn í sumari kemur og ég get staðfest að þessi þarfagreining henni lauk í morgun þannig að það er búið að senda á viðkomandi aðila sem við erum í viðræðum varðandi mögulega uppbyggingu á þessa húsnæðis og rekstur þess og útleigu. Viðræður við banka og lánastofnanir vegna framkvæmda við íþróttamannvirki í Búðardal eru í fullum gangi og vonast standa til að á næstu vikum verði þær til lykta leiddar þannig að í kjölfarið geti framkvæmdir farið af stað. Kannski förum við öll og fólk almennt að vera þreytt á þessum næstum því fréttum, svona innan gæsalappa, en það er mikilvægt að vanda til verka, ekki síst í því vaxtaumhverfi sem nú er í þjóðfélaginu. Það er afar ánægjulegt að sjá mjög góða útkomu Dalabyggðar sem kom út úr íbúðakönnun SSV á landsvísu þar sem spurt var út í íbúðalýðræði þar sem lykilspurningin var hversu vel finnst þér sveitarfélagið leita eftir sjónarmiðum eða skoðunum íbúanna. Það er skemmst frá að segja að Dalabyggð kom best út fyrir landið allt og í raun langbest ef maður rýnir í súlurnar allar og við megum svo sannlega vera stolt af útkominni hvað þannig þátt varðar og ástæða til þess að hrósa íbúum, starfsfólki okkar og stjórnsýslunni allri og þar á meðal sveitarstjórn fyrir þennan góða árangur og nú er mikilvægt að vanda sig áfram og byggja ofan á þessa jákvæðu niðurstöðu því þetta er eilíðar verkefni eins og svo mörg önnur í rekstri sveitarfélaga. Mitt mat er að hér séu ýmsir samverkandi þættir sem skapa þá upplifun sem þarna birtist, viðmót starfsmanna, kjörinna fulltrúa, opnir samráðsfundir á vegum sveitarfélagsins og Dalaðurs, saman og í samstarfi þannig að það er breiður hópur sem á þátt í þessari útkomu, þannig enn og aftur segi ég, liðsheildin okkar er sterk og samheldin og höldum því þannig áfram með öllum
tiltækum ráðum. Könnunin í heild sinni enn í yfirferð hjá starfsfólki SSVAF og verður enn meira spennandi að sjá heildarútkomu okkar í Dalabyggð því vænta má að þar komi eitthvað fram sem við þurfum að bregðast við. Því alltaf svigrúm til þess að bæta og efla þjónustu hins opinbera, okkar eins og annarra hvort sem að sveitarfélag eða ríki. Og talandi íbúalýðræði og íbúafund, þá var í gær haldinn afar góður umræðufundur sem bara yfirskriftina ímynd Dalanna, hvernig viljum við aðrir sjá okkur. Fundurinn hluti af verkefni Dalabyggð í sókn, þar sem unnið að því að styrkja ímynd Dalanna með það markmið að trekkja að nýja íbúa, fyrirtæki og fjárfesta og líka að við íbúarnir horfum inn á við. Dalabyggð og SSVAF standa að verkefninu og hafa notið liðsinnis Háskólans við Bifröst vegna þess og nýlega var samið við fyrirtækið Kón og Wolf sem sérhæfir sig í almannatengslum og sá framkvæmdastjóri þess, Ingvar Örn Ingvarsson, kynninguna á stöðu verkefnis á fundinum í gær og kallaði eftir hugmyndir sem nýst geta í til dæmis markaðsaðgerðir og markaðsefni fyrir Dalina. Og það voru góðar umræður, vel mætt og vil ég þakka þeim sem gáfu sér tíma til að taka þátt í þeirri vinnu og vek athygli á að það opið fyrir að senda inn spurningar og eða athugasemdir á netfangi sem hérna aðgengilegt núna á heimasíðu okkar, dalir.is. Nú eins og kynnt hefur verið á heimasíðu okkar þá í undirbúningi samhliða 7. júní hátíðahöldum í Dalabyggð að fagna því að 30 ár verða þann 11. júní frá því að Dalabyggð tók til starfa sem sveitarfélag. Menningarmálanefnd Dalabyggðar og starfsmaður hennar halda utan undirbúningi í samstarfi félagasamtök og einstaklinga og stefnir í þétta og góða dagskrá. Vil ég þakka öllum þeim sem gefið hafa kost á sér við undirbúning þessa dags. Auglýst hafa verið störf í Vinnuskóla Dalabyggðar sumarið 2024 og launatafla samþykkt í byggðarráði og það hún Sigríður okkar Jónsdóttir sem mun halda utan starfið í sumar líkt og síðastliðin sumar og er það fagnaðarefni. Það vonandi að við fáum ágæta skráningu í vinnuskólan okkar þannig að krakkarnir nái að aðstoða okkur að krafti við að snyrta og hreinsa umhverfið okkar. Og talandi hreinsun á umhverfið þá fór götusópan fram í Búðardal dagana 22. til 24. apríl. Mér langar hér til að hvetja til þess að einstaklingar og fyrirtæki hreinsi nú á komandi dögum og vikum í sínu næsta nágrenni og þannig að þorpið Búðardalur skarti sínu fegursta á afmælinu okkar, bæði 11. júní og eins 17. júní, ekki síður. Og það skiptir máli að aðkoma og framganga sveitarfélagsins hérna sé í lagi, þannig að við reynum að sópa og höldum síðan áfram því sem okkur snýr til þess að skapa fordæmi og skapa okkur líka stöðu og fyrir mig að geta ýtt við öðrum, en það vont fyrir mig að vera ýta við öðrum ef við erum síðan með ekki í lagi í okkar bakgarði, þannig að þetta skiptir allt máli. Nú, við erum búin að ræða hér fundinn hérna í Breiðabliki vegamál og við skulum ekkert vera að dvelja lengur við það mál. Það búið að samþykkja hér 2 bókanir vegna vegamála fyrir á fundinum sem við munum beina í réttar áttir í kjölfar á þessum fundi. Nú, svo vil ég vekja athygli á að nú opið fyrir umsóknum svokallaða undirstyrki uppbyggingarsjóðs Vesturlands og hérna hvet kraftmikla dalamenn að íhuga þann möguleika vel. Þar eru ágætis styrkir í boði. Nú síðan ánægjulegt að segja frá því að við fengum rúmar 2 milljónir eða tæpa 2,2 í verkefni Guðrúnarlaug á Laugum í Sælingsdal í gegnum framkvæmdasjóð ferðamannastaða. Þannig að það er ýmis spennandi verkefni í farveginum. Nú síðan að vekja athygli á því að við hyggjumst loka vegna sumarleyfa í sumarskrifstofunni í bil 2 vikur eða frá 22. júlí til 5. ágúst. Þannig að það sé sagt hér og við munum kynna þá lokun vel í aðdraganda hennar en auðvitað vöktum við póstól og þess aftur ef við koma brýn úrlausnarefni þannig að það verður alveg hægt að ná í allavega sum okkar á þessum tíma. Og að síðustu vil ég bara í rauninni senda kveðjur til allra þeirra sem standa í öllum þeim önnum sem einkenna samfélagið í dag, sauðburði og undirbúningi ýmiss konar fyrir sumarið og allt þar í kring, þannig að ég er viss það og vona svo sannarlega allt gangi vel í því að tryggja sauðfjárbúum okkar góða afkomu á komandi hausti og góðar afurðir. En takk að sinni, en ég svara spurningum ef einhverjir skýrslu sveitarstjóra. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Þá formleg dagskrá lokið en ég legg til að næsti sveitarstjórnarfundur verði þriðjudaginn 11. júní sem þá í raun og veru 30 ára afmæli staður Dalabyggðar frá því að samning sveitarfélag tók gildi 1994. Ekki allir samþykkir því. Það samþykkt samhliða.
Og endingu ætla ég að vekja athygli á myndin hérna í bakgrunni. Hún þarna Golsa mín, eigandi Valdís Einarsdóttir og lambið heitir Hvítgolsa. En þá bíð ég bara eftir því að upptaka sé stöðuð og við yfirförum fundargerð.